Þessi krakkar að gera það gott erlendis. Þetta eru of Monsters and Men. Ég get óskað þess að ég verið að taka þátt í þessu ævintýri með þeim. En þar sem ég nú lítill tónlistarmaður að þá gerist það seint eftir þátturinn FM 95 Blöð sem að heilsar ykkur þennan mánudaginn. Og eins og allar mánudaga þá situr hann hérna beint á móti með hann Björn Bragi eða BB King. Vertu velkominn. Ó, takk fyrir það. Og halló Ísland. Ég mjög góður. Á mánudegi, ertu ferskur? Ég nokkuð ferskur. Ég fíla það. Það spikfeitur þáttur hérna hjá okkur Bjössa í dag. Við ætlum að fara í Land of the Children sem er barnalandið. Við ætlum að opna vel síman á eftir og fá að vita svona, já, ykkar álit, hvað er lélegasta Eurovision lag sem við Íslendingar höfum sendt út? Já, það er Eurovision vika núna og hérna, þannig að það er svona eðlilegt að tala aðeins um Eurovision. Já, við erum að keppa annað kvöld. Já, en við viljum náttúrulega tala um eitthvað svona annað en það sem allir er að tala um, þannig að við viljum að velja versta lagið. Já, hvað er svona leiðilegasta Eurovision? Það þegar við erum fílupúkar. Já, og líka er mánudagur. Já. Þá er maður bara leiðilegur. Já. Svo erum við með sturlaðar staðreyndir í fyrsta sinn í langan tíma. Já. Þá er ég búinn að finna nýja síðu sem er með sturlaðar staðreyndir handa mér og já, svo er á leiðinni heim og fleira, þannig að það er nóg að vera okkur, netmisnotkunin og annað, þannig að það er spikfeitur þáttur og það veist það, núna bæði kær og í dag og gefa manni von að getur komið sumar á Íslandi. Já, heldur betur. Ég væri alveg til að vera bara úti núna. Já, ég veit það, í góða veðrinu. Maður er einhvern veginn bara valhoppar í vinnuna þegar það er svona gott veður. Það er rétt. Þetta er allt annað. Valhoppar samt í alvörinni. Nei, ég er ekki valhoppa sinni. Þá værirðu bara búið að taka þig sko og fara með það á stofnun. Já, ég held líka, veist, kallmenn sem valhoppa, það eru kallmenn sem vilja aðra kallmenn held ég. Þú ert ekkert mikið í því að vera valhoppa þó þessi gott veður, sko. Eru samt kallmenn sem vilja aðra kallmenn líka, eru þeir að valhoppa? Nei, góða punktur. Ég er svo sem ekkert sé Pál Óskar valhoppandi. Hann er reyndar valhoppar svolítið. Hann er reyndar svo hress að hann bara valhoppar allt sem hann fer. Ég valhoppa. Alltaf. En hvernig líður þér eftir meistaradeildina, þar sem að þú ert nú mikill Tottenham maður, Bjössi? Já, þetta var rosalega erfitt. Chelsea unnunda og sem er til þess að Tottenham fer ekki meistaradeildina. Þetta var rosalega erfitt og svekkjandi og bara mun taka tíma að jafna sig á sig. Það er alveg ótrúlegt að Chelsea skildi vinna þetta. Ég veit það. Þeir spiluðu ekki fótbolta hvorki mútið Barcelona en ég eiginlega Bayern München í gerð. Nei, fyrir það sig. Algjörlega. Barcelona náttúrulega, svona held ég að flestir séu sammála að sé besta lið Evrópu og Bayern var alveg klárlega betra lið og í þessum úrslitaleik, en ég meina svo náttúrulega þeir unnu samt leikinn, þannig að það er svona að vera meitt stykki Didier Drogba, en ég vil óska öllum Chelsea-mönnum hérna á Íslandi til hamingju með meistaradeildina. Já, það er ekkert svo margir Chelsea-aðdáendur hérna á Íslandi. Veit ekki alveg, sko. Ég held að sé kannski, þú veist, þeir eru þá svona í yngri kantinum, sko, hafa kannski byrjað að halda með Chelsea svona þegar Eiður var og svo svona, þú veist, þegar liðið fór að geta eitthvað og hérna, þegar hann fór að spýta peningum í þetta lið. Já, þeir eiga eins og þeir segja 8 ára history í þetta lið og já, við óskum stuðningsmönnum til hamingju. Ætlum að fara hérna í lag sem er, já, að halda margir þetta sé Justin Timberlake, en þetta er smábarnið Justin Bieber. Justin Bieberlake. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Segir Justin Bieber hér í laginu Boyfriend og já, Bjössi, þú ert ekki nú ánægð með textan í þessu lagi? Já, það var svolítið skemmtilega hann í byrjun, þá var hann að segja hann swag, swag, swag on you, chillin' by the fire while we're eating fondue. Swag, swag, swag on you. Og líka sko, er hann mikið að slappa af í eldin að borða fondue með píunni? Hvaða 18 ára drengur gerir það? Ég er bara hérna við varðeld, ég siti hérna við arinn að borða fondue. Það ógeðslega næs í okkur. Þetta var Justin Bieber með Boyfriend, en það er komið að slúðurpakka dagsins. Þetta er til í slúður, Björn? Ég er til í slúður. Nei, það ekki. Herru, þú ert sko, ég fór að hugsa það, þú ert ellendis, þú ert Björn. Já. Kallar þið Bear? Ég kallar mig Bjorn again. Bjorn again? Kallar þið Bjorn? Nei, ég kallar mig Bjorn to be wild. Bjorn to be wild, þetta er ráldýrt. Já. En segir þið Bjorn? Já. Segir þið Bear? Nei, ég segi ekki Bear. En þú heitir Bear, þú heitir Björn. Af hverju kallar þið ekki Bear? Sko, ég reynda sko, ef ég var á Spáni, þá myndi ég kalla mig El Oso. Björn á spænsku. En ég væri það ekki eitthvað skrítið. Bear, er það ekki einhver svona gæi, svona gramatískur svona? Já, veist, það er svona sveppið mér að Bear. Já. Ég sé fyrir mér að Múkisson er Bear. Já, nákvæmlega. Hann er alltaf Bear. Herru, við ætlum að fara hérna í slúðurpakkan og ég ætla að byrja slúðrið á Will Smith. En þessi maður er að ferðast heiminn núna að kynna nýjustu bíómynd sinna sem heitir Men in Black 3. Hann var staddur í Úkraínu þegar að
Nei, í Moskvu, þegar að úkranskur fréttamaður reyndi að kissa hann. Já, ég sá myndband af þessu. Já, kissa hann munnin og Will Smith tók sér til og barði hann, eða sló hann. Ertu búin að sjá þetta? Nei. Þetta er mjög steikt, sko. Hann er alveg bara, hann grípur alveg í hann og er að reyna að kissa hann á munnin, sko. Já, en hann, sko, hér stendur að Will Smith það lítinn húma fyrir þessu. Og tók bara að sló hann utanundir. Já, sko, þetta er enda smá ofmat, sko, hann sló hann ekkert, sko, grimmilega, sko, hann svona ítt hann frá sér og svona... Getur ekki logið þannig að þetta virki aðeins meira slúður, getur ekki sagt það? Ég er náttúrulega, sko, þú veist, ég er bæði náttúrulega að vinna, skilur við, að vera í útvarp og sjónvarpi, en svo er ég líka að vinna við að representa Will Smith í Evrópu. Þannig að, skilur, ég vil ekki að þú setja að tala einhvern skít Smith þar hann. Will Smith, hann barði eitthvað. Nei, hann barði engan. Það var ekkert svo leiðis. Hann bara náði rétt sló. Svo er það Rihanna, hún er búin að vera á einhverju jammi. Nei, þetta er ekki rétt heldur. Ok, sorry. Hún er ekki búin að vera að jamma, hún fekk sér grítinn á föstudagskvöldinu. En já, hún er búin að vera núna í London ásamt Jay-Z og Kanye West og hvað heitir hún hérna, Kim Kardashian og öllum. Hún mætti eitthvað partí eftir tónleika hjá Jay-Z og félögum og já, tók svo rosalega á því að hún mista fluginu sínu. Já, svaf af sér flugið. Hún hatar ekki að jamma. Nei, þessi 24 ára gamla söngkona twittaði svo, ég á að vera í flugvél núna, skemmtilegt twitt þarna henni. Já, hún er sko, er hún ekki að reyna svona að halda upp einhverju svona jam-ímynd á sér? Hún sé svona bad girl Riri, eitthvað svona. Já, svona good girl gone bad, eitthvað. Já, hún kallaði sig að myndu Riri þegar hún er á fyllir í. Já, nákvæmlega. Hefur þið mistað flugi út af jammi? Nei, ég hef aldrei mistað flugi. Nei. En þú? Já, ég veinu sem mistað flugi, men það var ekki neitt tengt drikki. Það var að því að leigubíllinn var svo lengi á leiðin út á flugvöll. Vá, eða þá að þú varst of seinn að taka leigubíl. Já, eða bíllinn of lengi út á flugvöll. Þú getur hugsað þannig. Herðu, svo er það vinnur okkar Mark... Ok, það er svo hallast, ég til að kalla alltaf vinn okkar. Nei, þetta er vinnur okkar. Hann er vinnur allra. Mark Zuckerberg, hann er búinn að gifta sig. Já, hann er náttúrulega vinnur allra á Facebook, það er rétt þegar. Og já, hann hélt einhverja þvílíka veislu og... það var spilað alla nóttina lög með Michael Jackson. Hann er vist mikill Michael Jackson aðdáandi, hann Mark Zuckerberg. Og já, þeir sem að mættu í þetta brúðkaup sögðu hann að spila Bon Jovi og Michael Jackson alla nóttina. Þannig ég hefði nú skemmt mér ágætlega í þessu. Já, þetta er nokkuð. Svo fyndi samt alltaf þegar svona... Konan er ekkert svo fallegast eða en það skeytir ekki. Hvaða hérna, þú veist, hvaða gæjar, ef þú eru bóðið í giftinguna eða brúðkaupi hjá hérna Mark Zuckerberg, myndur þú sem fara bara daginn eftir bara og tala við all blöðin og segja þeim allt hvað er í gangi, skilur? Nei, ég næði þess ekki. Eins og hérna þegar hérna hann sundmaður sem að vann öll Michael Phelps hann er búinn að vinna öll hérna 8 Ólympíugullin eða hvað það var, svo mætti hann í eitthvað partí og fekk sér Jónu og einhver gæi mætir og tekur mynd á honum og lekur hann í fjölmiðla. Þú veist, ef þú ert í partí með Michael Phelps skemmtu þið bara. Já, nákvæmlega, og þú ert bara að hugsa best hann á mynd á honum og lekur hann í fjölmiðla. Hversu mikið takkalakki þarf það að vera einhvern veginn? Herðu, hann er með Jónu, ég ætla að ná mynd og selja hana. Þetta er ömurlegt, þetta er rétt, en þetta var slúðupakki dagsins. Við ætlum að velja hér leiðilegasta Eurovision-lag sem við Íslendingur er sendt út og já, svo styttist líka í Barnalandi, þannig ekki fara langt. Þetta talandi Rihannu á jamminu. Kannski var hún að hlusta á þetta þegar hún mista vélinni. Það er nú. Þetta er strákunni, Jay-Z og Kanye West. I don't know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It's gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Að fara tónleika með þeim í London helgina. Þeir voru að spila þar strákanir og það voru vist einhverjir Íslendingar sem fóru að kíkja á það og svo þetta hefur verið geggjað. Ég set það ofalega á svona atriðum sem ég hef til að sjá tónleikum, Jay-Z og Kanye. Já, ég sammála því. Ég held af öllu í dag, ef ég mætti velja mér að kemur bara til minn svona lítill álfur og myndi segja svona, þú ert heppinn og mátt, ok, bara ef ég mætti fara á hvaða tónleika. Ég vil heyra meira um álfinn. Nei, það er leðilegur. Ég er búinn að drepa álfinn. Ef ég mætti velja hvaða tónleika sem er til að fara núna, ég held ég myndi velja Guns N' Roses. Já. Og þeir eru á tónleikaferðalagi núna og eina bara, ég veit að þeir eru í London held ég í lok maí. Já. Eina sem er bara að maður tekur eiginlega ekki sensin á að kaupa miða af því að Axl Rose getur alltaf bara fengið það á hugdættu að hætta við tónleikana og nenni ekki að spila. Hann er náttúrulega klikkaður sko og þessi hérna nýja plata sem er gerð, eða þú veist nýja fyrir einhverju 3 árum, hérna Chinese Democracy, hún var náttúrulega ekkert eitthvað snild sko. Nei, og 11 ári bígerðið eitthvað, hann er náttúrulega búinn að missa það, hann er snaruglega. Klikkaður sko, Axl Rosenkrantz. Já,
hann alveg farinn kallinn maður. Já. Sem leiðilegt, af því þeir eru svo mikið að góða lög. Ég a huge fan, sko. Já. En vinur minn Ingi, hann fór og Andri Freyr hérna, Andri á Flandri. Já. Þeir fóru saman á Guns N' Roses tónleika í Svíþjóð. Og þá var sem sagt nýbúið að handtaka Axl Rose daginn áður, þannig að var ekki viss hvort að tónleikarnir yrðu. Svo voru þeir og þeir voru sem sagt í salnum með að bíða eftir að hljómsveitin kæmi í 2 klukkutíma. Það var allt orðið geðbilað, uppbytun hljómsveitin búinn og allir bara bíði í 2 tíma og fólk að byrja að grýta flöskum og bara allt vitlaust. Á hverju voru hann að bíða? Þeir bara nefndi ekki að sviði strax. Okay. Þeir þurfti að bíða í 2 tíma og fólk var að byrja svona alltaf að vera að tínast út eitthvað en svo leið og Axl Rose mætti á sviði þá kom hann bara You know where the fuck you are? You're in the jungle baby og þá bara bílaðist allt og þá var allir búin að fyrirgefa þeim bara strax bara já ok, þetta eru þeir menn eru fljótur að gleyma þeirra. Oh, Axl. Ég var að spá að fara í fyrsta sinni í langan tíma hérna í sturlaða staðreyndir. Hvernig lítur það? Ógeðslega vel. Ok, en láta eins og sett spenntur þegar ég segir en ekki ofíkt. Hversu íkt? Hvað segir? Bara sýndu svo áhuga. Ok. Til. Komið sæl og velkomin í Sturlaða staðreyndir í fyrsta sinni í langan tíma. Ég er búinn að finna nýja síðu sem með Sturlaða staðreyndir handa mér eftir að hinn síðan hætti og fyrsta Sturlaða staðreynd dagsins fyrir þið Bjössi er að býflugur drepa fleiri ári en snákar og slöngur til samans. Ok. Hafðirðu vitað þetta? Nei, ég bara aldrei pælt í en mér finnst að það var hljóma líklega því að það er svo mikið af býflugum. Já, djövel, það er örgulega svona ég held ég myndi freka vilja brenna en að deyja vera stungin af býflugum. Það er talað svona margar í einu. Já, en hvort myndi freka vilja vera drepin af snák eða býflugu? Manstu ekki eftir My Girl? Jú. Það er bara, horfa á það í þingunni, það finnst grætur maður. Káli Koskin bara allir út í býflugnabitum, viðbjöður. Já, hún er samt góð. Já, ógeðslega góð. Herru, svo er það næsta, ég veit ekki, ég myndi frekar býflugu held ég. Ég myndi vilja samt slást við snák. Já, og einhver myndi ná því á vídeo, setja hann á Facebookið. Er það á næsta hérna. Konur blikka augunum helmingi oftar en karlmenn. Veistu þetta? Já, vissi þetta. Af hverju ætli það sé? Þú er svo gáðar, segðu mér. Það er sérst að því að þær eru með Þeir eru stressaðri. Þær eru svo stressaðar, sko. Þannig að þær eru að blikka bara svo mikið. Já, þú fæðist með 300 bein en þú ert bara með 206 þegar þú ert orðinn fullorðinn. Fæðist maður ekki með 306 bein? 300 samkvæmt sturluðum staðreyndum og ert svo með 206 sem fullorðinn maður. Já, ég veit það, því að þau gróa saman, skilurðu. Stöðu staðreynd. Skilurðu, ég meina, eins og hauskúpan er opinn á börnum, skilurðu. Já, í byrjun. Svo eru þau 2 ára, þá vex hún saman. Þetta er áhugavert. Næsta sturlaða staðreynd, það eru 3 ár eftir. Augað í strút er stærra en heilinn á honum. Já. Ég er ekki frá þessi þannig á mér líka bara. Ég er svo strútur. Þú ert með svo stór og fallega augu. Nei, það er bara lítinn heila. Svo er það hérna, það er ekki hægt að drepa sig með því að halda í sér andanum. Ég reyndi það, það er ekki hægt. Svo er það síðasta réttendir lifa meðaltali 9 árum lengur en örvhentir. Þannig að það er greið sveppi. Ég mun lifa 9 árum lengur en hann greinlega. Já, ég líka. Ert þú réttendur? Ég er réttendur, já. Sveppi er held einu sem ég þekki sem er örvhentur. Réttendir for the win. Réttendir for the win. Þetta voru sturlaðar staðreyndir að styttist hér í að við opnum fyrir síman og ætlum að fá ykkar skoðun á því hvað er leiðilegasta Eurovision lag sem við Íslendingar höfum sendt út. Enda erum við að keppa í Eurovision á morgun og óskum við Jóns og þeim allsins besta. Við ætlum að fá hérna eitt flottasta lagi á stöðun í dag. Þetta er Þorvaldsson með sín, Never Let Me Go. FM 957 kynir Ballerína keksleikinn.
Ballerinakex heldur út í skemmtilegan leik á facebook.com/ballerinakex og þú sendir inn myndskeið af þér reyna við ballerinu þrautina og þú átt möguleika á að vinna 100.000 kall í beinhörðum peningum. Klikkaðir aukavinningar í hverri viku ásamt því að allir sem taka þátt fá fullt af Ballerinakeksi. Farðu strax inn á Facebook síðu Ballerinakex og kynntuðu málið. Fylgstu með á FM 957 og við munum velja skemmtilegustu myndskeiðin í hverri viku. FM 957 og Ballerinakex. Saltur fólkið, Stefán Sölvi hérna. Viltu massa þig upp? Kíktu þá inn á sportdeildan.is. Fjarþjálfun í heimsklassa. Arion banki kynir nýja leið á íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. American style. You're one of my kind. I need you tonight. American style. Túborg og Bar 11 kynna. 2 fyrir 1 frá 4 til 22 alla daga. Túborg og Bar 11, 2 fyrir 1. Listahátíð og alþjóðlegir Mandela-dagar í Reykjavík kynna allt það besta frá ferli Roxy Music og Brian Ferry á stórtónleikum Brian Ferry í Hörpu. Athugið, aukatónleikar annan í Hvítasunu 28. maí. Miðasala í Hörpu og miði.is. Dílar.is í dag. Mánuður í fjarþjálfun hjá Kojak.is á aðeins 4.500 í stað 9.500. Dílar.is fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 95 Blö í boði. Then I've Lost syngur í hana. Hún hefur líka djammað og mista flugi. Gerðist síðast í áni bara helgina. Greiðastelpan var först í London en hún ná að græja það daginn eftir örugglega. Þeir að hlusta á þáttinn FM 95 Blö á FM 957 og já, við Björns ætlum núna að fara yfir Eurovision-lögina því að nú Ísland að keppa á morgun í undankeppninni. Já. Annað kvöld og nú má fólk endilega hringja 511 0957 því að við ætlum svona að fá ykkar álit já, hvað versta Eurovision-lag sem við höfum sendt út. Já. Og við erum búin að prenta hérna fyrir framan okkur listinni með öllu lögunum sem að hafa farið út. Já. Og þetta alveg slatta lögum. Svei mig þá ef að Congratulations með Silvíu Nótt. Ég ekki frá því að mér finnst það versta lag. Já. Ég fíla hann alveg og skemmtilegu karakter og allt það. En svona eftir að hyggja þá það alveg skemmtilegt lag. Ég sammála, mér fannst það ekki skemmtilegt. Ég spurði hérna á Facebookinu mínu aðan sko og það voru fullt af hérna uppástungum sko. Það var til dæmis lagið með Eiríki Hauks þarna. Hvað hétta þarna sem það var 2007 eða eitthvað, Valentine Lost. Já, Valentine Lost. Það var alltaf hræðilegt sko. Hérna, versta setningin segir einn allavega I was just a joker and you the queen of heart sem var alltaf byrtulæginu. Það þetta rándir lína maður. FM 95 Blö, hvaða lag finnst þér verst af öllum þeim Eurovision-lögum sem við sendt út? Lélegasta lag? Já. Já, það örugglega bara Aftur heim eða eitthvað. Aftur heim? Já. Já, ok, takk. Ömurlegt lag. Já, bye. Já, ömurlegt lag segir hún. Hvað finnst þér versta íslenska Eurovision-lagi sem við höfum sendt út? Herru, ég myndi segja að það var þarna Angel. Já, Angel. Það var nokkuð slæmt. Það var með viðbjóður. Það var ógeðslegt. Það varst ekki riðun á því, en hvernig finnst þér lagið sem við erum með núna? Never Forget? Mér finnst það ekki alveg nógu gott. Nei, ég verða við ekki að, sko, ég kann vel við þau bæði, en ég pínur hræddur við þetta lag. Þetta ekki nógu að hresta eitthvað. Nei, sko, ég hefði eiginlega viljað sjá þarna, hei! Heilagið? Ó, hann bara datt út af það. FM 95 Blö, hvað finnst þér versta lagið sem við sendt út? Herðu, lagið sem að Jónsi fann með, klárlega. Jónsi þetta með Heaven? Já. Já. Ég myndi aldrei gleyma þegar hann var að syngja það. Blend with my blue. Já, og æðin í honum bara tóknaði alltaf út. Mannst ekki þegar hann fór að háa sig þarna í lokin? Já. Já. Það reyndar ég samanlega, það var ekki nógu gott lag, Heaven. Leiðilegasta lag sem við hefum samið, sko. Það er ekkert alveg. Hvernig finnst þér lagið sem við erum með á morgun? Herru, mér finnst það ágætt, það venst. Já, það venst, heldur við förum áfram. Ég vona það. Já, annars er alveg umrætt. Þetta því við erum ekki með Svíþjóð sko. Já, reyndar, Svíjar eru með rándýrt lag. Það er ekki geðveikt lag. Ef við ekki bara halda með Svíþjóð? Já, ég held næst með Ef við komumst ekki áfram, þá ætlum ég að fara að tala svenskur, sko. Já, þá brotum við svenska. Já. Herðu, takk aðeins fyrir þetta. Takk. Ok, við erum að spyrja fólk hérna, hvað versta Eurovision-lagi sem við Íslendingar eru sendt út? Hvað finnst þér verst? Mér slagið með Silvíu Nótt verst. Já, fannst þér það verst? Já, langverst. Já. Það er ógeðslega lélegt. Herðu, ok, við heyrumst. Ok. Bye. Já, herðu, hún með 2 atkvæði, Jónsi með atkvæði, Eiríkur Hauks. Hvað finnst þér, kæri hlustandi? Ég held að mér hefur bara fyndist þarna Sine Se Quoi.
Já, með Heru. Það var umulegt. Hún var samt, hún góð að syngja, hétta Sjenni sé hvað? Já, mér bara... Það er þetta dapurt ná. Leiðilegt að hlusta. Já, hvernig finnst þið lagið okkar núna? Ertu ánægð með þetta? Það er ágætt, en... Heldur þú fyrir áfram? Já, ég held að geti verið. Já. Það er betur en önnur lög sem er að fara. Ætlarðu að fara í eitthvað Eurovision partí? Líklegast ekki. Líklegast ekki. Eurovision. Ekki Eurovision nörd þarna ferð? Nei. Herðu, takk fyrir að hringja. Já. Ok, hvað finnst þér, Björsi, ef ég spyr þig nú? Hvað finnst þér lélegasta lagi? Leiðilegast frá upphæð, sko, svo náttúrulega, skilur, svona lög sem... Daniel Ágúst fekk ekkert stig, sko. Það var samt fínt, sko. Það lag hér, það sem enginn sér. En sko... Var hann að tala stíginn þá, það? Hræðilegt, hræðilegasta lagið finnst mér núna. Frá 95 með Björgun Halldórssoni. Já, og Nætur með Siggu Bendis var ekki nóg gott heldur. Nei, núna var samt sko, það var mjög skrítið lag til að senda Eurovision. En besta Eurovision-lagið sem við höfum sendt úr, það er, veist það, ég held að sé Is It True. Finnst þér það? Já, mér fannst það lag alltaf flott. Mér fannst líka eitt annað sem mér fannst leiðilegt, var If I Had Your Love með Selmu. Já, það var endur ekki. Eins og fyrir lagina var ágætt, sko. Já, en svo er einn ungu maður sem að ég var alveg til að sjá fara í Eurovision, hann heitir Sverrir Bergman og hér er hann að syngja Alone með Heart. Þetta er gammalt og gott föstudagslag hér með Svess to Mouth eða Sverrir Bergman. Alone kemur uppnáðulega frá Heart þetta lag og já, virkilega huggulegt svona á mánudegi. En Björsi, þú varst að segja mér helgina að kynlífið þetta er orðið svolítið þreytt. Já, ég var einmitt að tala um það. Já, og já, nú er ég komið þetta með 9 frábær fríðaraukandi ráð sérfræðingarna. Komdu með þau því að ég þarf á þeim að halda. Já, þetta ætti að hjálpa þér. Já. Næstu til. Já. Hafðu gaman. Viltu smá hörku? Segðu henni það. Eða honu það. Hvað varst að lesa núna? Hvaðan kemur þetta? Veistu fátt betra en að taka eitt stuttan í hátteginu? Njóttu þess. Hafðu ljósin kveikt, settu spegla og flaggaðu dásanlega líkamæðinu með ástarhöldum og öllu öðru. Þetta er eitthvað sem átt að gera og ætlar að hressa þessu upp á þetta. Ok. Þetta er eitt ráð. Hvernig er þetta eitthvað svona? Var þetta bara eitt ráð? Þetta voru nokkur ráð í einu ráði? Já, þess að ráðið er hafðu gaman. Viltu hörku, sett upp spegla og eitthvað? Já, en veist, hafðu gaman, auðvitað. Hafa gaman. Nei, þetta átti að vera gaman. Þetta er til þess að búið til börn. Já, ég bara gerir þetta því þið verð. Svo kemur hérna, fáðu þér ginseng-te og súkkulaði. Auðvitað, gerir það alltaf. Ginseng hefur verið notað sem losta örvandi ástalið í margar aldir og dökkt súkkulaði losar velðuðna tilfinningu í heilanum. Eru ginseng-sölumenn að skrifa þetta? Nei, þetta er eitthvað frá The Dr. Oz show hérna. Fá þér bitað og stefnum átt elskuðaði kvöld. Ég bara hefði þetta að fara á date og hámísi súkkulaði sem að vera í graðið. Ég vil þetta aðbjörst eitthvað. Nei, bara mjög eðlilegt að vakna bara og byrja hámísi ginseng og dökkt súkkulaði. Er það ekki freka makiðil sem mætti og veist bara hvað okkur svona graður? Æ, ég var að hámi með eitthvað súkkulaði. Þannig að komin í örbyggi. Kúrið fyrst, Bjössi. Þetta er eitthvað verið þig, svona kúrbánsa. Já. Það er það að knúsa og kúra hjá elskuðanum stund áður en þið byrjið getur haft mikil áhrif á líðan þína á meðan þið elskist. Leikarar í erotísku myndum nota þetta trikk gjarnan. Það er engin staður jafn lítið kynæsendi og klámyndastúdíó svo smá knús með meðleikararni getur gert gæfu munin, segir Linda Roberts. Er þetta Íslendingur, Linda Roberts? Nei, þetta er systir Andri Roberts. Nei, þetta er bara hérna, þetta er eitthvað Linda hérna út í heimi. Og já, ég veit það ekki. Ég sé einhvern veginn ekki fyrir mér á setti á klámmynd að fólk að knúsast. Nei, þetta er líka svo fyndið eitthvað að kúrið aðeins áður en að þið gerir það. Já. Og sjáuð, fólk sem er að leika í klámmyndum gerir það. Nákvæmlega. Já, er það ekki fyrir eitthvað svona á það sem að sé uppljóstur og miklu þetta, en maður ekki fyrir eitthvað að kúra eftir á? Bara bæði betra. Já, kúra undan. Komdu með fleiri ráð fyrir mig. Já, ekki geyma leyndamál, Bjössi. Það er allt í lagi að vera leyndardómsfullur og koma henni eða honum á óvart með nýjum leikvöngum, en vertu opinn og tilbúin að bera þig tilfinningalega. Treystu elskuðunum fyrir fantasíu þínum og ótta því sem að skipti þig mestu máli og hlustaði á hann. Það er mjög skrítið allt saman. Já, ég menn, ef maður hrættu við eitthvað þegar það kemur að kynlífi það. Hvað er það? Ekki geyma leyndamál og svo komin einhver leikföngat og eitthvað? Já, vertu opinn að bera þig líka tilfinningalega. Ég hef ekki voðalega mikið í því, sko. Nei, hvað, maður vera bara eitthvað, ég er svolítið lítill í mér.
Vissir að þegar mamma mín og pappi skildu og dó hundurinn minn líka. Ég veit hvað maður að fara að opna sig eitthvað. Herru, svo kemur þetta ekki festast í vana. Þetta er eitthvað sem að þú ert svo vanafastur, Bjössi. Það er eitthvað sem segir mér að þú festist í vana og þetta sé alltaf eins í þér. Þú ert svona þannig típa í rúminu, held ég. Akkúrat. Flest pör festast í ákveðnum rútínum þegar kemur að stellingum og tímasetningum. Stingdu upp á kynlífi og öðru í þessu stöðum, líkt og í bílnum eða í þvottahúsinu. Smá ævintýraþrá getur kveikt í ykkur. Þvottahúsið, hefur verið þar? Hún er allt í gangi. Ég er með sameiginlegt þvottahús í byggingunum minni með öllum sem að búa þar. Já, hressandi þurfa að labba inn. Hvað er þetta að gera? Herri, við áttum nú bara að vera aðeins ævintýrakennari hérna. Við erum bara að fara eftir reglum. Ekki haldi niður andanum, Bjössi. Ok, þá hætti því. Prófaði djúpöndun þegar þú ert að nálgast fullnæðingu. Dragðu inn andan gegnum nefið, alla leið ofan í maga og andaði rólega út í gegnum munnin. Fullnæðingin verður mun kröftugri. Þetta er eitthvað sem þetta er eitthvað sem þú verður að prófa bara með magaðinum, sko. Þú ert ekkert eitthvað að kynna stelp og svo bara hvað er þetta að gera? Þú ferð í one night stand og byrjar bara einhverju djúpöndun. Þetta hjálpa fullnæðingunum minni. Svo kemur þetta, bættu orkuna í svefnherberginu. Þú ert nú að byrja í ræktinu og svona, ekki? Jú. Allt rast tengt vinnunni er bannað. Fjallaðu myndir af fjölskyldumeðlumum. Vilt að fjölskyldan sé að fylgjast með þér? Kemur einnig svona svega. Ekki geyma neitt undir rúminu. Dót og drast hindrar alla orkumyndun. Ok, sko, þannig að samkvæmt þessum ráðum þá bara, ef ég er að fara heim með bíu þá hann bara fjarlæga allt svona fjölskyldumyndir og allt, setja upp spegla út líka bara þú ert með magaðinn, sko. Já, setja upp spegla í öllu herbygginu, hámísi eitthvað ginseng og dögt súkkulaði. Þetta er bara, sko, uppskrifta eitthvað mest creepy í heimi, sko. Svo kemur þetta, það eru þrjú ráðið viðbót. Strippaðu. Hann mun elska að horfa á þig, dilla þér full sjálfstraust, ekki hafa áhyggjur þótt að þú séð smá stressuð eða stressaður, hlægið og hafi gaman að þessu. Já, kannski. Þú ert svolítið að strippa, þú satt með það. Er ég svolítið að strippa? Þú sagðir það, þú orðaðir þetta svona, þegar ég er heppinn, þegar það bítur á öngulinn, þá strippa ég alltaf fyrir bíuna. Þú sagðir þetta við mig helgina. Einmitt. Góð vel eitthvað svona heim og setja lægið á og rífa sér buks. Þú sagðir eitthvað, ef ég fæ með bíu heim, þá set ég FM 95 blöðlægið á að því ég er búinn að æfa dans við það. Líklegt. Svo ríf ég með fötin. Svo kemur þetta síðast. Nei, næst síðasta er opnað augun. Já, ég meina hvað annað, þú ert að stunda kynlíf. Svo samkvæmt dulspeki þið sóhar þurfum þið að tengjast á 3 vegu þegar þið elskist. Þið kissist til að skipta andardrætti til lífsins. Andardrætti lífsins? Já, andardrætti lífsins. Líkamar ykkar vefjast saman svo þið verðið eitt og þið horfið í augu hvers annars svo sálir ykkar renni saman. Þetta kostar æfingu en þetta er þessi virði. Hvað er þetta orðið eitthvað ástabrif á blikt.is eða? Þetta er einna svo það síðasta. Hættu að framkvæma og njóttu þín. Kynlíf snýst skynjun, ekki frammistöðu, ekki það sem er viðeigandi, ekki það sem þú heldur að þér líki og aldrei það sem einhver annar segir þér að kunna við. Ef þú manst þetta átt eftir að geta að lifa frábæru kynlífi, Bjössi. Burtu með þetta rugl. Var eitthvað annað sem kannast við? Ég er miklu vísari núna kynlíf, heldur en ég var áður en þú byrjaðir. Ertu típan sem setur á tónlist og svona? Ég er típan sem að setja upp spegla og borða ginseng. Já, ég er bara sko, þú er aldrei labbað á mig, en ég sé bara allur makaðir í súkkulaði með bara te þarna til hliðar og allt í speglum á vitu. Broken Heart heit Carmen. Ég veit ekki með þetta lag, en það er komið á. Þú getur ekki sagt eitthvað fallegt einhvern eða eitthvað sleppti þá ræðan þannig ég ætla ekki að tala meira þetta lag en orðuðan þannig að þetta lag verður aldrei aftur spilað í þessum þætti staðfest Carmen með Broken Hearted og ég byrst afsökunar á þessu við erum annars í Fanta feeling hérna við Bjössi og verðum með ykkur til Sexy Dag Sexy Dag, já í Miklufjöri og að því vorum að ræða súkkulaðan Bjössi tengt kynlífi eða dögt súkkulaði eitthvað svona á að hjálpa þér að komast í gírinn hvað er uppáhalds súkkulaðið þitt? Ég lendi í smá rifrildu helgina út af þessu. Þú lendir í slag, var það ekki? Nei, það var ekki. Leigubílaröðin út af súkkulaði. Það var ekki svo slæmt, bara Bounty er best fíblið. Nei, en ég við vorum að töða 2 félagar. Já. Og ég held að maður rokkar svolítið á milli, en að mínu mati er Snickers besta súkkulaði sem hægt er að kaupa. Hungry, why wait? Já, grab a Snickers. Ég held að Snickers sé mitt upp á súkkulaði. Hann vildi meina að Lion Bar væri best, sko. Lion Bar er enda nokkuð gott. Sko, ég verð að segja, ég er ekki mikill svona súkkulaði stykkjamaður. Nei, hvað ertu í hlaupunum með? Nei, en sko ég held að það sem ég kaupi oftast er KitKat. Já. Það er svona einfalt. Þú veist, það er bara svona, það er passlega stórt líka. Já. Þannig að þú myndir segja að KitKat væri besta súkkulaðið? Já, en svo reyndar sko, ég kaupi mikið Toffee Crisp líka. Já, ég hef ekki keypt Toffee Crisp sinni á 13 ára held ég. Nei, Draumur, hann er góður.
Ég var alveg til í feskan draum núna. Já, góðu draumur með þig. Já, góðu draumur. Já, þetta er erfitt að segja hvað er besta súkkulaði, en ég held að Snickers fari langt með það. Snickers allavega pottet eitt mest selda súkkulaðið í heimi. Örugglega bara mest selt. Ég var mikill Mars-maður þegar ég var yngri, ég er hættur í þetta Mars núna. Já, Mars alltaf stórt og svona, ef ég borða heilt Mars þá fæ ég að vera blindur, bara eins og þú gefur hundi. Hvað, þegar þú ert að kaupa bland í bóka, hvað ertu í mólunum eða? Þú veist ekki gríðarlega áhugaverð umræða hérna. Sko, ég er veikur fyrir krítum. Ég er nefnilega sko ángríns, það er að talent of mine að setja í bland í póka. Já. Og það hefur verið sagt við mig bara, vá hvað gerir gott bland í póka. Hefur það verið sagt við þig? Já. Ég trúi ekki. Ég get svo svarað einu sinni í bíó. Ok. Sýsti mín, hrósaði mig fyrir namninu. Hérna í örstuður auglýsingar og svo er það Land of the Children. Ertu ekki með Barnalandi klárt? Jú. Já, eftir örstuður auglýsingar förum við og tjekkum hvað er að gerast í Barnalandi. Fáðu þér nautakjöts fetasalat á Serrano. Safaríkt nautakjött, holt og gott grænmeti, fetaostur og ljúffeng chipotle-sósa. Prófaðu salutin á Serrano og njóttu hotlustunar í botn. Serrano. 100% Whey Gold Standard próteinið frá Optimum Nutrition hefur verið valið prótein ársins síðustu 7 ár í Bandaríkjunum. Þú fær Optimum Nutrition fæðubótaefnin í perform.is, Bortarsmára 1, Kópavogi. GAP og hraðpenningar kynna The Dictator. Einn fyndnasta mynd ársins frá þeim sem færð okkur Borat. Með snillingnum Sacha Baron Cohen. The Dictator, komin í bíó. Það er Megavika Dominos og í dag mánudag fylgja fyrstu 1000 pöntunum dagsins bíómiðar eða glaðningur tengdur stórmyndinni Snow White and the Huntsman. Já, það held ég nú. Þú batar á dominos.is eða síma 58 12345. Ljósnetið gæti verið komið til þín. Kannaðu málið á símin.is. Ljósnet Símans. Kraftmeiri tenging fyrir íslensk heimili. Mix kynnir. You're gonna send me back to 1969. Aftur til fortíðar. Til að bjarga framtíðinni. Okay, how do you know my name? Men in Black 3. Heimsfrumsýn 23. maí í Þrívídd. Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hrölabátar. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það. The people here með Pumped Up Kicks. Þið að hlusta á FM 95 Blö. Við bjöðum með okkur til 6 í dag og það er komið að dagskráralið sem er fastur liður hérna hjá okkur og já, heitir í dag The Land of the Children. Hét lífið í Barnalandi. Og þetta er eiginlega bara Barnaland. Nei, þetta er Land of the Children því við erum í útrás. Við erum að reyna að komast með þetta til útlanda. Já, við ætlum að fara eins og núna í dagskrárliðin Land of the Children og sjá hvað konurnar og mennirnir inn á barnaland.is, hvað eru þau að brasa þessa dagana? Já, hérna, hér er ýmislegt og þetta er stutt og laggott í dag. Ok, þetta er svolítið þinn liður. Stutt og þétt. Já. Hérna, og fyrsta er frá Gælu Nick, leggja pinnið á minnið djöfulsins rugl, skrifar viðkomandi. Þetta er á Barnalandi. Hann er brjálaður yfir þessu leggja pinnið á minnið og segir, ég er algjörlega á móti þessu. Hann er búin að linka einhverja frétt á Vísu það að nú þurfum fólk semst að nota pinnúmerin sín í búðum, sko. Ég er algjörlega á móti þessu. Hvað ef að fólk er með Alzheimer? Hvað ef einhver stendur fyrir aftamann og sér pinnúmeri sem maður er að stimpla inn og búin að leggja það á minnið? Þetta er bara út í hróa hött. Ég mun ekki versla í búðunum með kortið mitt ef búðunar ætla að taka upp á þessu. Frekar borga ég þá með krónum og seðlum en kortinu mínu framvegis. Hann er brjálaður? Hann er brjálaður yfir því að fólk þurfa að leggja pinnið á minnið. Hvað er fólk með Alzheimer? Og líka, hvað er langt fyrir maður sagði þetta er bara út í hróa hött? Einmitt. Það var ansið langt fyrir maður notaði þessi orð. Enda kommentar Kill Gertrude, ok. Já. Sem er heldur nákvæmlega sem að flestir voru að hugsa. Bara ok. Já, Kill Gertrude, hún hendur í eitt ok hana. Já, og svo segir aðeins ég, ok var það eina sem ég hafði hugsað sem svar. Ef það er ekki hægt að muna 4 tölustafi, þá er það heldur svart. En svo að mótið manneskja nota þessa 4 tölur 10 svona dag, þá ætti þetta að koma. Já. Já. Þessi brjálæður þurfa að leggja pinnið á minni. Já, mér er svolítið skrítið að fólk skuli, ef þetta er helsta áhugjefni, þá svona þarf það eins að fara að endurraða í lífiðinu. Já. Kanntu pinnið á kortinu? Já. Ég kann ekki mitt. Viltu vita það? Já, endilega. Hérna. Langt 7.000 kall. Herri, svo er það Rövardotter.
sem að spyr leiðir til að losna við stalker. Já. Þetta svolítið sérstætt innlegg. Hún spyr hérna leiðir til að losna við stalker. Kæra, check. Láta lögregluna heyra þeim þegar hann að njósna. Check. Hringi mömmu hans og pappa. Check. Einhverjar aðra lausnir. PS, þekki einhver górilur sem getur tekið í hann. Já, þannig að hún Röðvardóttir, hún svona spáði hvernig að losna við stalker. Hvað hún með stalker í manneskja? Ég veit ekki, mér finnst þetta bara svo fyndið hvernig hún orðið þetta. Kæra, check. Kæra, check, búin að þykja reynilega. Já, hérna svo koma svona, það voru fullt af svörum en það voru svona misgáli, ég nefndi ekki að taka þau saman sko. En hérna, ég veit ekki, ert þú með leið fyrir hana til að losna við stalker? Nei, ég bara vissi ekki að væri mikið stalker á Íslandi. Nei. Þetta eitthvað svona sem þú tengir bara við eitthvað frægt fólk erlendis. Já. Hversu sorglegt það líka, ef að þú ert stalkerinn? Mér finnst það geðið. En það er alveg ofboðslega dapurt eitthvað. Já. Bara að elda einhverja mannesku og vilja alltaf vera það sem hún er og auðvitað grátlegt eitthvað. Nei, bara þurfi ég að hugsa út í það. Er það ekki smá töff? Já, ógeðslega, hvað gerir þú? Ég stolka Birgitta Haugdal. Já, ok, eitthvað annað. Já, svo er að vinna nonnabitum helgar. Þetta er kannski Birgitta Haugdal sem er að skrifa þetta. Já, hún kannski kalla sér Röðvardóttir. Ég held það. Já, nei, ég minna, það er einhver ráð til að losna við stalker. Nei, bara, ég veit ekki, ertu leiðilega eða eitthvað? Já, ég veit bara að segja hægt, ég veit ekki, nei. Hún verðist að vera búin að prófa allt. Já, hún er búin að kæra á allt. Herðu, verkur í vinstri brjóstkassa, segir litla prinsessa og hún fellur í þann flokk að ákveða... Litla prinsessa, það er svolítið eitthvað, ja. Að ákveða að Barnaland sé rétt í staðurinn til þess að fá læknisaðstoð. Já, við höfum rætt það áður, það er alveg merkilegt að fólkinn á Barnalandi, það vil ofta halda það að barnaland.is sé best á svona ráði við læknis. Já, kvillum. Já. Það er fyrir að hafa samband við sjúkrahús. Já, og kemur með einhverja sjúkdómsgreiningu sko inn á Barnaland og vill fá að vita hvað er að því. Já. Og hún segir einmitt, ég er búin að vera með verk eins og ég sé svona marinn í vinstri brjóstkassa eða svona undir brjóstinu eins og ég hafi verið kýlt. Veit einhver hvað þetta getur verið? Þetta er bara vont ef ég íti á staðinn, ekki stanslaus verkur. Og Hemúll kommentar reyndar eftir bara með 1 brjóstkassa og þá er þér ekki illt vinstra megin en það skiptir ekki máli, ég giska á millirifjagigt og þá segir litla prinsessa, getur maður fengið millirifjagigt út af áfengisdrykju? Og þá segir Stínus 1, 2, 3, ég held ekki, ef þú varst að drekka í gær er þá ekki bara líklega að þú hefði rekið í og ekki tekið eftir því. Þetta er hressandi, það er hressandi umræðir hann á Barnalandi. Já, heyrðu, svo er að loka. Getur það ekki millirifjagigt út af áfengisdrykkjum? Já. Það vona ekki. Svo er það síðasti og þetta er svolítið sérstætt. Það er Amazona sem að spyr úlingar sem foreldrar nenna ekki að sækja. Og hlusta það nú vel. Já. Í gærkvöldi, rúmlega 10, var hringt á dyrabjöllunni hjá mér. Úti stóðu 3 hálffrostnir úlingar sem hafði mist af strætó. Voru búin að ganga frá Laugardalslaug og að Holtagörðum. Einn þessar úlinga bjó hér í næstu blokk en er fluttur. Hinir búa í Grafarvogi. Öll hringdu þau í foreldra en enginn nefndi að sækja og einn fekk skilaboð að labba heim. Og ef hann væri ekki kominn innan hálftíma fær hann í straff. Þetta nú held ég ekki mögulegt að labba héðan upp í Langarim á 30 mínútum. Tæplega 1 í nótt tók ég af skarið og keyrði strákana sem eru 15 ára upp í Grafarvog og stelpan fékk að gista. Finnst ykkur þetta í lagi? Strætó er hættur að ganga og krakkarnir ekki á neinum faratækjum og skýta kuldi úti. Hvorki ég né dóttir mín þekktum piltana. Þetta voru hinir viðkunnulegustu drengir, viðræðugóðir og snirtilegir. Ég gerði þetta ekki við mín börn. Þarna veikur strax athygli mína. Sko, þú veist, þetta klukkan 10 er hringt og klukkan 1 tekur hún af skarið og keyrir krakkana heim en stelpan fær að gista. Hvað er það? Okkur var hún að sofa þegar hún þekkti ekki krakkana. Einmitt, enda kemur fyrsta kommentið. Voru þeir í 3 klukkutíma hjá þér? Og svo kemur næsta komment. Af hverju gisti stelpan hjá þér? Og þá kommentar hún. Býr ekki í Reykjavík, ég hafði ekki efni á að keyra hana heim. Þetta er, já, þetta er sérstakt. Það eru mörg álitamál þarna, sko. Já, þetta lítur ekkert allt og vel út, sko. Þetta er rosalega skrítið. Já, ég veit alveg þú ert að hugsa sem ég er að hugsa, sko. Já. Og það er bara, það er ljótt. Ég veit reyndar ekkert hvað þú ert að hugsa, en ég sagði bara já. Ég voru að hugsa hvað mér langar í pítsu. Nei, ég veit ekki, sko, þetta var ég, til dæmis, uppalinn á Sauðárkróki, þannig að það er mjög stutt að labba allt þar. En ég var samt að duglegur að hringja í mömmu og væla og beða um að koma að sækja mig. Já, ég held að nú foreldrar myndi alveg koma að sækja mann, en ok, segjum að þau, þú veist, kom ekki, þú veist, fyrsta leið eru þið í 3 klukkutíma að gera hvað? Bönguðu þið bara einhver staðar og stelpan bara, heyrðu, ok, ég gisti þá bara hérna einhver 15 ára stelpa gista hjá okkur ókunnugu fólki að því hún býr út á landi og hvar eru foreldrar hennar? Akkur komuðu þau ekki að pikka hana?
Nákvæmlega. Þetta mjög steikt. Svona barnalandið í dag. Svona Land of the Children. Þetta var Land of the Children þennan mánudaginn og já, það ekki öll vitleins en einstæðinni. Það óvægt að segja það. Þetta svo flott lag. Society, Eddie Vedder. Það ekkert mikið flottari lögin. Society með Eddie Vedder hér á mánudegi og já, það nú lítill mánudagur í okkar Bjössa. Hins vegar við erum hér í Fantafjöri. Rétt. Og verðum það í allan dag. Ég var að rekast hérna á frétt inn á pressunni sem ég var að lesa fyrir þið. Þessi maður bara að glíma eitthvað vandamál held ég. Okay. Biðst undan meðlagsgreiðslum á 30 börn með 11 konum. Desmond Hatchett, 33 ára gamall maður frá Knoxville, Tennessee, hefur farið á þess að leita stjórnvalda að þau hjálpa honum við framfærslu á 30 börnum sem hann á með 11 konum. Talið er að Hatchett sé sá maður í Knox-sýslu sem býr við mesta barnalán. Yngstu börnin hans eru á bleiualdri og það elsta 14 ára. Veitu hvað hann gamall? Hann 33 ára. Hann jafngamall, hann 1 ára eldri en ég. Ok, og þá hann hvað, 19 eða eitthvað þegar hann eignast fyrsta bandið? Já. Ok. Og sko, hann segir hérna, samkvæmt lögum verður Hatchett að deila helmingi af tekjum sínum milli barnsmæðra sinna 11. En hvernig fór Hatchett að því að feðra svo mörg börn á svo skömmum tíma? Ég eignaðist 4 börn á 1 ári og svo gerðist það aftur, sagði hann í viðtalið sjónvarpsstöð í Tennessee. Geðveik útskýring. Já, hann sagði þetta árið 2009. Sama ár sagði hann í öðru sjónvarpsviðtalið að nú var hann hættur að eignast börn, þá átti hann 21 barn. Þannig að hann er búinn að eignast 9 börn síðan hann sagðist aldrei alltaf eignast börn aftur. Já. Þetta er náttúrulega bara eitthvað djók. Spurning hvort að einhver ætti að gefa þessu manni dálítið. Já, gefa hann smokk eða bara láta klippa á. Það myndir ekki klippa á, þú ert komin í svona 15. Já, ég var nú bara að tala smokk, sko. Já, nei, hann hefur ekkert með fleiri börn að gera. Nei, en sko, er þetta ekki svona eitthvað white trash? Jó, stendur, hann er í einhverju láglaunastarfi og hann verðist nú ekkert synda í vitinu, sko. Nei. Sér að bara hérna myndin á honum. Já. Og ég ekki að segja þetta bara because he's black. Bara, þú veist, hann virkar bara vitlu, sko. Já, ég meina bara fréttin á honum bendir til þess að hann stigi ekkert brjálæðis. Nei, nákvæmlega, og já, 30, það er bara að vera erfitt að munna nöfnin á sig. Þetta er svo Logi Bergmann. Hann er með heila rútu af krökkum. Já, hann og 30 börn. Já, ég er ofta að spyrja Loga hvort það muni hvað börnin sín heiti. Hvernig dettur þér annað í hug? Já. En þetta já, meðan að sumir enginn eiga aðrir 30 og við óskum Desmond Hatchett til hamingju. Já, til hamingju Desmond. Með þessi börn sín, 30 stykki, þetta er slattið maður. Já. Já, þú átt ekki barnið það? Nei. En þú? Já, ég hef eitthvað 6 ára gutt á Húsavík sem ég nenni ekki að skipta mér að. Nei, ég hef ekki barn, ég lofa þér. Þetta var grín. Ekki svo við vita
FM 957 kynnir bestu útihátíðina. Helgin 5. til 8. júní 2012. Gallstaðaflatir við Hellu. 200.000 naglbítar. Sigur, Páll Óskar, Blár Ópal, Úlfur, Retro Stefson, Ingo og Veðguðir. Á móti sól, skítamórar og fleiri. Miðasalegri kullugangi á bestaútihátíðin.is. Sýndu dælulykilinn og þú fær 15% afslátt af bóni og hreinsivörum hjá málningarvörum Lágmúla 9. Atlantsolía. Fáðu smá pening. Svona. Hraðpeningar.is. Ertu búinn að smakka nýja Doritos Singatwistirinn á KFC? Rifinn ostur, majónes, kál, kjúklingur, salsasósa og Doritos flugur umvafið í dúnamjúka tortillaköku. Bragðlaukarnir hafa ekki komið á þennan stað áður. KFC, svo gott. Heimurinn geymir fjölda óleystra verkefna sem krefjast framúrskarandi tækniþekkingar. Í atvinnulífinu mikil eftirspurn eftir tæknifræðingum. Þú gæti verið hér eins og ég. Kynntu þér BS-nám í orku- og umhverfistæknifræði eða mekatrónik hátæknifræði hjá Keili á keilir.net. Arion banki kynnir nýja leið að íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza sýnir 581 1515. Sobieski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention, Tattoo, tónlistar og bílafestival 7., 8. og 9. júní á Bar 11. Sobieski og Bar 11. Barnaafmælið í Ísbúðinni. Ísbúðin Háletisbraut, ísbúð.is. Nú vinningurinn 20 milljónir í milljónaveltu Happdrættis Háskólans. Að auki drögum við út 5 stakar milljónir, aðeins úr seldum miðum. Dregið 24. maí. Fáðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskólans. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það verður ekkert mikið fallegri lögin en þetta. Þetta Adele með Someone Like You. Ekki oftur spilaði þessu þætti, en það búið að spila þetta nánast alls staðar annars staðar aðeins of kannski. Já, þetta er orðið svolítið gamalt núna. Já, en ógeðslega flott. Ógeðslega gott. Já, þetta er svona mánudagsfílingur í þessu. Já. Someone Like You hérna með Adele, en við erum eins og í Fantafjöru við Bjössi og það komið að dagskrálið hjá okkur sem heitir netmisnotkunnin. Já. Og aldrei þessu vant og þá var Óli Gay ekki dregin upp þessu sinni. Hann var ekki dregin úr pottinum. Nei, skrifar hann Óli Geir, skrifar hann með G-A-Y-R, veistu það? Já, gera það. Ok. Þetta er dýrt grín. Þetta er rándir grín hérna, orðagrín. En já, sá sem að reyndar er eitt fyndið með Óli Geir, kannski tengist ekkert síðun hans, en hann með hann Project X, eitthvað svona party á Akureyri helgina. Heyrðirðu auglýsinguna, útvarpsauglýsinguna fyrir það? Nei, hvernig var hún? Og það er fucking hoppukastali á staðnum. Fucking hoppukastali? Já, mjög skrítið að heyra það í auglýsingapakka. Bæði F-orðið og hvaða fullorðna manneskja fyrir á djammið og langar að fyrir hoppukastala? En var þetta fyrir fullorðu fólk? Já, þetta er að ná sjálfa eða eitthvað, það er alltaf 20 plus eða 18 plus. Já. Nei, ég meina hvað, þó þegar mér þegar ég var tvítur, þá var ég ekkert að fara í hoppukastala á djamminu, sko. Ég reyndar fer eiginlega bara það sem hoppukastali að djamma. Hér eftir ætla ég ekki að djamma neinstæðan en maður sé fucking hoppukastala á staðan. Já, en það er svolítið skrítið. Þetta er dabert, herru, en það er komið hins vegar netmisnotkunni og við ætlum að láta Óla Geir í friði í dag. Já. Það er annar maður sem ég er búinn að opna hérna á Facebooki hans, hann heitir Sölvi Tryggvason. Já. Þetta er maður, þeir verða ekkert mikið myndalegri heldur en þetta kvikindi. Og fyrsta sem að blasi við mér þegar ég fer á síðan hans, það er hann með svona fátækum börnum. Já. Það er svona prófælmyndin hans, eða svona, hvað heitir þetta? Hvað heitir stóra myndin? Prófælmyndin eða... Cover photo. Já, cover photo hans er sem sagt hann umvafinn fátækum börnum einhvers staðar. Já, þetta er í Afríku held ég, eða nei, þetta er á Haiti held ég. Já, og svo er mynd af honum í prófæl þar sem hann er skælbrosandi, lukkandi svo $1 million. Já, og sko, það er skemmtilegt líka í prófælmyndunum hann sko, ef maður skoðar þær.
að hann er með 65 prófílmyndir sem hann hefur notað og það eru allar eiginlega alveg nákvæmlega eins. Já, það er ekki til neitt sem heitir flip í honum. Nei, ekkert flip og oft er hann sko með sömu myndina en bara mismunandi kroppað. Já, nákvæmlega. Þannig að hann er ekkert mikið að leika sig með myndirnar og allt til að henda kannski einni mynda sér í lopapeysu eða eitthvað. Ég rætti þetta við hann áður sko. Já, við höfum gert grína þessu við hann sko. Þú veist, en mér er svolítið skemmtilegt, það er til dæmis mynd á honum það sem hann er svona eitthvað brosandi, svona svartkvít mynd og svo kemur hún aftur bara skömmu seinna, nákvæmlega sem mynd en hann er búinn að kroppa hana í öðru sig sko. Ég sé þetta. En og svo er hann með margar myndir úr sömu myndatökunni þar sem hann er í svona gráum ból alveg svona rándýr sko. Já, þetta er myndalegt kvikindi, við erum að gefa hann það. Já, ég meina að hann pælir í prófílmyndunum. Já, en svo sé ég þetta strax, þetta kom nú bara inn fyrir 5 mínútum síðan. Já. Það er ung stúlka að spila á, hvað er þetta, þverflötu eða hvað er þetta? Já. Og þetta er kærastinn hans. Já. Hvað er þetta, var þetta dóttir hans eða? Nei, þú varst bara að taka fram úr þessu ung. Nei, ég er að segja bara, bara ung hugguleg stúlka að spila á þverflötu. Hvað var ekki fyrir? Og hann setur inn, vétis mín fallega á flautunni, geislar aldrei meira en þegar hún skilar tilfinningaríkri, klassískri tónlisti gegnum þverflötuna sína. Það er ekkert verið að spara það. Nei, honum finnst hún aldrei fallegri en þegar hún er að spila þverflötuna. Já, þetta er komið í 18 like. Já, og þetta kom inn fyrir 5 mínútum. Þannig að fólk er greinlega ánægt með hann. Já. Og svona, hann er romantískur greinlega. Svo erum við mynd af foreldra sínum hérna. Já, og við foreldramyndina skrifur hann: hér eru foreldrar mínir á góðri stundu í Japan, eins og sjá má skartar móðir mín elskuleg sem hjálpaði á sínum tíma til við að moka skurði fyrir Castro, ennþá Lennon-glerunum sem hún hefur ekki lagt frá sér síðan ég man eftir mér sem gutti. Alvöru gegn heill hippi. Já, þetta er með 65 likes. Þetta er rándýrt sko. Bara fólk að dyrka þetta. Svo er hann sko, hann greinlega eða var í Japan, af því að það er eitthvað svona myndir frá Japan. Já, sushi og svona, hann er alltaf eitthvað ferðaskallinn. Já, svo er sko, svo er hann búinn að taka mynd af hnakkanum á konu, þetta er 8. maí, af hnakkanum á einhverju gamalli konu út á götu og það er kona með fjólublátt hár og hann skrifar: þessi kona er ekki undir 70, mjög snirtileg, vel til höfð og afar hefðbundin í alla staði en með fjólublátt hár. Það er slatti af gömlu fólki með fjólublátt hár hér í Japan. Væri ákveðin stemming að taka þetta þema uppi heima á klaganum. Jafnvel fánalita hárið á 8. afmælinu. Svo líka sko, okkur er svona lítið læka hjá mér. Ég er að fatta það bara þegar ég skoða Facebookið hans Sölva Tryggva og Óla Geir og svona. Ég er ekkert að fá alltaf mörg læka á mitt Facebook. Og það byrja að bugga núna. Hann hendir inn einhverju sushi. Hverjum gæti ekki meira sama? Það er ekkert andlit þarna neitt. Bara mynda einhverju sushi og það er bara með 30 likes. Sko, ég er með skýring á þessu. Hvað heldur að þú myndir fá mörg like á sushið? Ég myndi hendi sushi mynd. 4. Ok, sko ég nefnilega að því að hann er með 4 sem fleiri vini sko. Já, reyndar. Þannig að það er eðlilegt að, hann er með 5.000 en þú ert með, eitthvað 1.500. Þannig að það er eðlilegt, þú getur margfald að læka fjöldan hans, þinn fjöldan með 4 sko. En svo svo klárum við þetta, hérna situr hann með einhverjum apa. Já, þetta er rosalegt reyndar. Og hér stendur, hér er ég með fóstbróður mínum og vini sem er nánast með sama DNA og ég. Hann lifir ekki á Íslandi og finnst hann eflaust ekki að mikið þangað að sækja. Þessi 2% sem ávandar til að við séum alveg eins gera það verkum að ég þrjóskast við að vera á annari skoðun en hann. Í fljótu bragði sýnist með skoðun apans vera mun skynsamari. Og þetta er með 70 likes og einhver búinn að séra þetta og eitthvað. Veist hvað séra þetta? Ég ætla að fara hérna á það. Já, mánu, sko, Unni fannst það vel mælt Sölvi, segir einn. Já. Og hérna stendur hann Sölvi að gera svo góða hluti á híti, við erum duglega að láta gott á okkur leiða, segir hún og sér að þessu. Það er skemmtilegt, hann er mikið að ferðast og... Hann er svolítið líka í crowd pleasers, hann er að setja inn efni sem að höfða til fjöldans. Já, sem er sniðut hjá hann. Já, þú veist, ef hann vill fá like, þegar ég það samanlegt, þið lifið fyrir like, þannig að bara þú færið ekki en hann færið. Við Sölvi lifum fyrir like. Þetta var, ágættis endir á netmisnótkunni og Sölvi farið nú að henda einhverju flippmyndum að í prófælinn, þetta er ekki hægt. Þetta er eitthvað sem Sölvi gerir, hann lifir lífinu, ferðast allan heim. Flott lag, Live My Life, Farist Movement og Justin Bieber. Þetta er samt ekki lag sem ég myndi fara að biðja DJ-num, ég myndi bara ekki láta það spyrjast út einhvern veginn. Og ert ekkert fullorðið maður, bara ekstra skemmtist að bara þetta með Live My Life með Justin Bieber að einhvers staðar. Heldur að menn myndi fara að slúðra það, bara þegar bara lista Bieberinn? Nei, ég myndi bara ekkert vilja að myndi heyrast einhvern veginn. Nei. Ertu típan sem fer á DJ-in og ertu að biðja lög? Bara spila þetta helli yfir í bjóls. Hvað er með þetta í eiginlega græðina? Get for Bon Jovi. Nei, ég held ég sé nú frekar blíður sko. Já, ég er nefnilega, maður tekið eftir það, svo margir eru oft bara svona sem hanga utan í, það er svona
stalker Já, case ég held að það getur verið rosa erfitt að vera DJ. Já, DJ-arnir sko, þeir vaði konum, það er bara þannig. Já. Stelpur hatt ekkert góðan DJ. Nei, ég meina enda ef þú getur sett á gott lag, það er hæfileiki bara sem að, þú veist, hvað aðlast maður slíkan hæfileika? Já, bara þú... Tjekkja á laginu sem að setja á. Já, svo er þetta skiptingar, það hefði með eitthvað líka, þetta er ekki bara ít og play. Tjekkja á þessari skiptingum, maður fóru Pitbull bara beint í bíberinn. Og þú fattar það ekki einu sinni. Herruð, ég var að fara hérna yfir, það er víst komin regla, hún hefur verið í eitthvað smá tíma, en til dæmis, hvað finnst þér ungt? Hvað er þú gamall? Ég er 27. Hvað mætti kærastan þín vera í svona, veist, hvað var það yngsta sem kærastan þín geti verið? 30. Þú veist bara eldri konur. Nei, svona því að það var að koma eitthvað regla, ég var að lesa hér. Var Alþingi að setja þessi reglu? Já, það komið regla, maður þarf að vera, nei, ég var að lesa þetta bara hérna, mér finnst þetta svolítið sniðugt, að þú átt að taka aldurinn þinn, deila honum í tvennt og bæta við 7. Þetta er eldgömul regla þetta. Sorry, ég sagði ekki. Ég meina að menn hafa verið að gera þetta í mörg ár, sko. Já, ég vissi það ekki, fyrirgeðu. Ég hef bara ekkert farið eftir þessari reglu. Þetta er svolítið sniðugt, sko. Já. Þannig ef ég er 32, þá er það hvað, 16 pluss 7. 23. Já, það ekki. Það er eitthvað svona minn þroski, held ég. En þú varst eitthvað að tala um eitthvað allt annað. Hvað er þetta að bylla núna? Þú varst eitthvað að tala um eitthvað 10. bekkur og upp úr. Þetta er 10, hvað er þetta að kalla með peto hérna? Rólegur, það er eitt, sko, það er að gantast með margt, en ekki peto, fjandinn hafið. Ég er að djók í þér, maður, þú sagðir ekkert svona. Nei. Þetta er fín regla. Já, þannig að byrju, þú ert hvað, 27 ára? Já. Þannig að 13, já, þú tvítu hjá þér. Já. Hefna. You're gonna send me back to 1969. Aftur til fortíðar, til að bjarga framtíðinni. Okay, how do you know my name? Men in Black 3, heimsfrumsýn 23. maí í Þrívídd. Túborg og Bar 11 kynna. 2 fyrir 1 frá 4 til 22 alla daga. Túborg og Bar 11, 2 fyrir 1. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Einferð, betra verð. GAP og hraðpenningar kynna. Sacha Baron Cohen er The Dictator. Komin í bíó. Arion banki kynni nýja leið á íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. Listahátíð og alþjóðlegir Mandela-dagar í Reykjavík kynna. Allt það besta frá ferli Roxy Music og Brian Ferry á stórtónlingum Brian Ferry í Hörpu. Athugið, aukatónlingar annan í Hvítasunnu 28. maí. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlölabátar. FM 957 og Fanta kynna. Dansaðu með Fanta í sumar eins og enginn sé að horfa. Taktu upp myndband af þér dansandi með iPod Air. Enginn sé að horfa á þig. Send okkur myndbandið á fanta@fanta.is og við skellum því inn á Facebook undir Fanta sumar. Vikulega verðlaunum við 4 myndbönd sem fá flest like með byrðum af Fanta. 14. júní mun svo dómnefnd velja 1 sigurvegara og mun sá heppni hljóta iPad 3 í velun. Dansaðu eins og enginn sé að horfa, drektu Fanta og hlusta á FM 957. FM 95 Blö er í boði. Jennifer Lopez og Pitbull með lagið Dance Again hér á mánudegi. Hressandi tónlist hér á ferð og já, talandi hressandi að góða tónlist. Þá er einmitt komið að dagskrárliði sem ég kalla á leiðinni heim. Já. Og veistu það, ég er enda með eitt innan tilbúið. Þetta er svona fyrir ykkur sem er að hlusta á þetta í fyrsta sinn. Þá sitt ég á lag sem ég væri virkilega til að hlusta á ef ég væri bara einn í bílinn núna að keyra heim til mín. Og myndi hækka, ég var að spæja að leyfa þér kannski að velja eitthvað. Já. Ég ætla fyrst að segja, hvað myndirðu velja? Sko bara núna, ætlar að setja á núna? Já, veist bara, það er núna eftir smá, þá fyrir við hérna á leiðinni heim. Það er Under the Bridge með Red Hot Chili Peppers. Myndirðu vilja það að vera á leiðinni heim núna? Já. Ok, þá ger ég það fyrir þig. Takk. Hérna, ertu Chili Peppers aðdáandi? Ég er mikill Chili Peppers aðdáandi. Þetta er enda geðveikt lag, verðum að gefa það. Já, þú getur sko startaði og við getum talað yfir introði sko. Já, viltu það? Er það ekki byrðið? Herru, þetta er hérna dagskrárliðurinn á leiðinni heim og það var hann Björn Bragi sem fekk að velja þessu sinni. Já, þetta kemur út 91 og hann samdi þetta sko, hann samdi textan það því að hann var sjálfur hættur í neyslu. En meðlimir Red Hot Chili Peppers voru að neyta svo mikill að
fíknefna og honum fannst að vera búin að fjarlægast á svo mikið, sko. Já, þegar þetta lag er samið. Já, það samt hann þennan texta, en svo náttúrulega byrjaði hann aftur í neyslu, þannig að... Já, menn verðast í erfiðleikum að ná sér úr þessu stundum. Já. Say no to drugs, kids. Say no to fucking drugs. Chili Peppers með Under the Bridge og herru, það er alltaf að gerast hérna inn á Facebookinu. Hann hemmt inn flipmynd, hann Sölvi. Sölvi, þetta mjög, ég sko sérstaklega ánægður með skjót viðbröð hjá. Já, hann greinlega með puttan á púlsinu. Hann greinlega hlustastrákurinn og ég viskilum hvað hann allavega komið með flipmynd af sér hann inn. Þar sem hann málaður, já, hann með varalit og brotta. Já, þetta enda rándýrt lúk á honum, sko. Já. Eins og við tölum á hann lítur alltaf vel út. Já, hann má eiga það strákurinn. Við verðum að gefa honum það, en hann sýndi þarna skjót viðbröð og búinn að henda inn flipmynd. Það er ekki prófæl á honum, en hann hendi inn. Já, ég menna, þú veist, hann komin hálfaleg. Hvernig er kvöldið hjá Birni Braga? Að gera þetta mánudagskvöldi? Ég ætla að fara rakleiðis út að hlaupa þegar þátturinn er búinn. Út af í alvörinni? Já. Nei, það? Já, ég ætla að hlaupa cirka 15 km. Hversu leiðilegt er að hlaupa án bolta? Hvernig nennir því? Já, mjög fínt, þegar maður er góð tónlist og svona. Já, þetta er orðið voða algengt. Þetta er orðið voða algengt að menni sé að hlaupa. Já, það er að tala um svona menn á mínum aldri. Já, nei. Margir í kringum með byrjar að hlaupa. Það er allir að hlaupa, fólk á öllum aldri. Já, veist ekki. Gamalt fólk og krakkar og allir maður. Ekki vinir mínir svona án bolta, skilur, að fara bara að setja svo iPod og klæða sig í föt og bara hlaupa af stað. Það er ekkert margir í kringum mig í því. Þú þekkir líka bara ógæðu fólk. Alls ekki. Jú. Landi frá. Ég reyndar, ég var svona með við ástandið á íbúðinu minni gera, mætti halda það. Þú veist, hvað, voru hestar hann að lögða það? Sástu ekki þegar þið komið hest? Íbúðin var ógeðsleg. Þannig að það mætti halda að maður þekkti ógeða fólk. En hvað, hleypur það bara Hleypið Elliðadalinn. Ok. Bara fer upp á Fylkisvöll og hleyp þarna niður að Sprengisandi og ring þar. Það er þetta gott öður, fínt öður til að fara að hlaupa. Það er það. Hleyp 2 svoleiðsingi. Tek cirka 13 km. Já, ég er að spá að segja mig bara sushi og hafa kósi kvöld. Kósi kvöld með sjálfum sér. Já, þetta hljómar. Þetta hljómar ekki vel þegar þú segir þetta svona. Þú tekur myndaði og setur á Twitter. Það er bara kósi kvöld stundum aðeins að leifa sér smá sushi með ötta sjálfum. Eða bara, neða sko, ef ég ætla að leiða mér, þá myndi ég að hafa pítsu. Mér langar í pítsu núna. Mér langar alltaf í pítsu. Það er eitthvað að mér. Ég er eins mikill pítsufíkill og hættur að vera. Já, pítsa er líka góð. Já, ég er alltaf ég er í hættu þegar ég er heima hjá mér, alveg til 12:30 þá hætti að senda heim. Já. Ég er alltaf svona að hugsa, ætti. En þú er ekki hrói, hann sendir aðeins lengur. Já, en ég pant ekki þann. Þú er góður fyrir hrói alltaf. Nei, með fullir vinningur þeim. Nei, ég tek annarkvort Castello eða Dominos. Já. Það er svona mínir staðir, réttli pítsu. Já, akkurat. Það reyndar svo finnst mér hérna á Safran, það er líka gott. Svona heilsupítsa. Já, hún er góð. En er það eitthvað svo mikil heilsupítsa? Er þetta ekki samt alveg, skilur, 700-800 kaloríur í svona pítsa? Jú, en ég minna það ekki alltaf leið. Já, þeir eru í pizzahotninu hérna. Talandi pítsur, ég fór á Gömlusmiðjunu daginn. Ég ætla að bíða í 40 mínútur. Þú veist, á staðinum, skilur, ég kom og pantaði. Það er reynda geggjaða pítsu líka. Já. Og okkur eru að tala um pítsu, nú langar mér í pítsu. Veitu, þú veist, ég pantaði, það var enginn að inni, svo þeir satt ég þarna og þau voru 3 og voru 40 mínútur að gera pítsu að mér. Já, þau var að vera að spila eða eitthvað. Já, mér reyður. Nóg af pítsum, hér er Calvin Harris með Let's Go. Þetta ekki feeling, hversi? Heldur betur. Harris hér með Let's Go. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð á FM 957. Við Björn Bragi búin að vera hérna með okkur síðan 4 í dag. En við fyrir nú að kveðja þessa vakt að styttist í Rikka G. Hann verður mættur hérna eftir örskamma stund og verður með okkur til 9 í kvöld. Richie G. Já, búin að vera ferskir hérna strákanir á þessum fallega mánudegi. Hann er virkilega fallegur. Sun is shining og allir ferskir. Þannig að hann reyndi að koma sér út. Já, ég var reyndar að lesa að þetta var rigning síðan í vikunni, sko. Bara nokkra dagi röð, sko. Var þetta sumarið, sem sagt í gær og
í dag? Nei, ég sko... Fá ekki aðeins meira? Það ennþá mæ, sko. Já, 2 dagar reyndar í röð er bara, maður þakka bara guði. Já, ég held að June og July verði góðir, sko. Já, ég vona. Maður finnir bara eitthvað, maður er svo miklu ferskari svona þegar það er smá sól og hiti úti. Það er ekki hægt. Sun is shining. Sveppurinn, hann er stattur í Cannes, þannig að hann verður ekki með mér á morgun, en það verður rándýr gestastjórandi hér einhvað síður. Hún heitir Helga Braga Jónsdóttir og hefur verið með mér áður og fór þá á kostum svo mikla skvísa. Þannig endilega stillið okkur Helgu Bragu á morgun. Klukkan 4, takk ég vel til Rikka, hann er þetta í hús. Bjössi, takk fyrir vaktina og við sjáumst fyrir næsta mánudag. Það er það sem allra best og já, þetta er eiginlega svona lagi sem ég vildi hafa í bílum að því ég leiði Bjössa að velja aðan. Ég ætla að hlusta á þetta núna þegar ég komin út í bíl. Þetta er Snow Patrol með Run. Nýliði ársins. Tilnefndir eru Blár Opal, Gabriel, Greta Salome, Of Monsters and Men, Sigur, Úlfur. Hlustendavelun FM 957 2012. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Stórtónleikar Bryan Ferry í Hörpu. Hvítasunnuhelgina 27. og 28. Með ljósneti Símans getur unnið í fjarvinnu eins og ekkert hafi ískorist. Ljósnet Símans. Kraftmikil tenging fyrir heimavinnandi Íslendinga. Allir mánudagar eru bátadagar. Bátur að eigin vali og Superdós á 999 krónur. Hlölabátar. Nýtt hjá hraðpenningum. Við höfum lengt lántökutíman. Nú lánum við þér í alltaf 30 daga. Send okkur SMS í 1917 eða farðu á hraðpenningar.is. Betri þjónusta. Núna. Hraðpenningar.is. American Style. Bjeski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention. Það er Megavika Dominos og í dag mánudag fylgja fyrstu 1000 pöntunum dagsins bíómiðar eða glaðningur tengdur stórmyndinni Snow White. Stórtónleikar Bryan Ferry í Hörpu. Hvítasunnuhelgina 27. og 20. Arion banki kynir nýja leið á íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.